Saga Travel ferðaþjónustufyrirtæki hér á Akureyri stendur fyrir útsýnisflugi yfir gosstöðvarnar og við á N4 ætlum að sjálfsögðu að skella okkur með. Það náttúrulega mikil eftirspurn eftir þessu bara stórkostlega fyrirbæri sem eiga sér stað inn á miðhálendinu. Og af öryggisástæðum þá náttúrulega hefur ekki verið opnað fyrir umferð inn á svæðið og það alveg ófyrirséð hvenær það mun gerast. Þannig að við rauninni fórum á stofuna og reyndum að bregðast við því. Og þetta bara frábær lausn og ekki bara þar til að vera opnaðarsvæði því að þegar það verður opnaðarsvæði þá munum við hefja akstursferðir þangað en þangað til þá þetta klárlega góð lausn. Og þið hefðu samband við félag ykkar hérna hjá Norlandair og þeir voru bara klárir í slaginn? Já, við höfðum samband við þá og við hófum samstarf þessar ferðir og þetta keyrt undir nafni Saga Travel og við ætlum að keyra núna í það minnst að við byrjum á því að setja upp 2 brottferðir á dag og við bætum bara við eftir þörfum ef það þykir og einnig líka bara fyrir prívatferðir ef það þarf. Og þetta bara 90 mínútna útsýnisflug þar sem fókusirinn á að sjá eldgos með berum augum. Já, við náttúrulega fáum mjög fallegt bara útsýni yfir Norðurland og leiðin upp yfir og líka tilbaka en fókusin algjörlega á gosstöðvarnar og þær breytingar sem eiga sér stað þar. Já. En nú ert þú í daglegum samskiptum við erlenda ferðamenn. Hvernig upplifirðu að þau sjáu fyrir sér þetta gos? Meira sem ógn eða sem spennandi, svona túristagos? Við erum náttúrulega, við almenna ferðamenn við langmest í samskiptum yfir netið áður þeir koma og þá þetta svona beggja bland. En eftir að gestir eru komið til Íslands og upplifa þessa miklu ró sem yfir heimamönnum, upplifa það að þetta metið af fagmönnum hvað megi gera, hvað þarf að gera og við umgöngumst þetta bara virðingu þá ég upplifi ekki ógn eða ótta hjá þeim ferðamönnum sem eru komnir til Íslands en ég upplifi blendna tilfinningar hjá fólki sem að senda okkur fyrirspurnir yfir netið. Skiptir að mála þínu mati að einhverjir aðilar komið því skýrt fram að þetta sé ekki beinlínis hættulegt og það sé hreinlega hægt að koma til Íslands þó að eldgosið sé í gangi, svona fyrir ferðaþjónustuna? Já, þetta náttúrulega hættulegt ef ekki vel að gáð. En já, við verðum að passa okkur hvernig við skilum frá okkur skilaboðum og við verðum líka þeir aðilar sem til þess eru kallaðir þá verða að leiðrétta þegar rangt farið með mál og sérstaklega þegar erlendir fjölmiðlar að fara hamförum og kannski hlaupa til og jafnvel segja að þarna sé bara komið annað Eyjafjallagos. En sem betur fyrir svo ekki allavega ennþá að þá verðum við að halda ró okkar og fá aðra til að gera það líka. It's unreal. I didn't really know what to expect, but I didn't expect to be able to see the lava going up as well as I can, so it's just I'm really lucky to be able to do this. Við erum að fljúga hérna yfir gosstöðvarnar. Þetta náttúrulega eiginlega alveg brjálæðislegt. Maður að sjá þetta með berum augum, þennan kraft og orku bara úr iðrum jarðar. Þetta grínast? Þetta bara ný leikfangakassa að fá að sjá þetta. Það frábært að fá að sjá hvernig þau upplifa þetta en það líka bara alveg stórkostlega að upplifa þetta sjálfur. Þetta eiginlega alveg ótrúlegt, þó maður sjá þetta í sjónvarpinu og viti hvernig þetta eiginlega lítur út, þá þetta samt eitthvað við að vera, þetta eiginlega svolítið ólýsanlegt. Það alltaf bara eitthvað stórkostlega við að sjá allt bara á mómentinu, bara live og við erum að sjá það núna og þetta bara hérna svo rétt hjá okkur og þetta mun aldrei líta aftur svona út. Við erum að sjá þetta núna svona og eftir hefur landið breyst. Það bara núna sem við sjáum þetta svona. Já, við búum á eldfjallaeyju og Íslendingar bera mikla virðingu fyrir því að búa á eldfjallaeyju. Held ég svona heilt yfir, En við kannski erum að verða dálítið venduð í hlýjum húsum, allt upphitað, góð föt. Og það gaman að geta séð, vá. Það rosalega gaman að geta séð svona bara hvernig náttúran bara öllu æðri og öflugri. Og fyrir aftan þig fólk að kyssast yfir eldstöðunum. Það einhver rómantík í því. Já. And
you're not just only kissing. No. You had a question for him. Yes, I asked him to marry me. Really? Yes, so I was real surprised. Yeah, wonderful surprise. And what? Did you say yes? Yes, of course. What did you think? I thought this is a once in a lifetime opportunity, so this is it. This is the moment. So. Oh my God! I'm gonna cry. We had a fantastic flight today. And I thought the icing on the cake would be this fantastic weather, but there came another icing. Like a strawberry on the icing on the cake. Congratulations! Yeah. Toast! Hip hip!